Já, komið sæl og verið velkomin í þáttinn Sanna Reykjavík. Í dag ætlum við að ræða málefni strætó. Í síðustu viku þá ræddu við einnig málefni strætó en aðalega kannski út frá því hvernig er verið að sjá moksturinn í kringum strætóskýlin. En í dag ætlum við að fara víðar og tala um þjónustuna og bara framkomi strætógakar farþegum, útvistun og svo framvegis. Hingað til mín er komin Sara Stef Hildardóttir. Hún hefur verið virk í hópnum félags strætófarþega. Það geta allir gengið inn í þann hóp á Facebook og það er mjög virk umræða þjónustun í strætó. En já, vertu velkomin. Takk. Segð mér frá, þú notar strætó reglulega, eða ekki? Jú, ég nota strætó vikulega á höfuðborgarsvæðinu og svo stundum á ég erindi út á land og nota þá leið 57 frá Reykjavík og Norður og Akureyri og tilbaka. Einmitt. Já, og þú hefur verið að posta þarna svolítið inn svona þínum sögum og þú veist að þínum ferðum þarna og hvað er það svona helsta sem er ábótavant? Já, þetta skarast eiginlega þessar ævintýrasögur strætó og farþega strætó. Kannski tókust svolítið á loft núna þegar fór að snjóa svona mikið í desember. Vegna þess að þá raunverulega urðu brestirnir í rekstri strætó svo augljósir. Og ég til dæmis átti leið norður, þarna milli jól og nýjárs og gerði 2 atrennur eins og fleiri farþegar í mjög slæmu veðri, eldsnemmu morgun til að ná fyrstu ferð. Og þá kemur til dæmis í ljós að mjóttin er lokuð. Þjónustu, það sem ætti að vera biðstöðvar húsið og var örugglega fyrir löngu síðan. Það opnar ekki leið og strætó byrjar að ganga og það lokar bara 6 á daginn síðast ég vissi. Þrátt fyrir að strætó gangi til miðnættis eða svo gott sem. Og þannig að fyrir utan afgreiðslutíma húsins af því að þessu húsnæði hefur verið útvistað eins og fleiru hjá strætó að þá hafa farþegar ekki aðgang að hvorki skjóli fyrir veðrum og vindum eða bara eins og salernisaðstöðu. Og svo reyndi nú svolítið á það daginn, það var mikið, það hefur náttúrulega verið alveg sérlega kalt en arkitektúrin líka inni í biðstöðarbyggingunni er þannig að þetta eru háir gluggar þannig að kuldinn náttúrulega á greiðarleið inn og svo það er langt síðan ég sá svona síðast en ofnarnir eru staðsettir fyrir ofan gluggana bara alveg við loftið. Já, og hitinn leita náttúrulega upp en ekki niður þannig að það er ekki mikið hita að fá þannig. Já, þannig að fólk var bara dúðað inni, það mátti eiginlega ekkit það munaði faktískt kannski engu nema bara vindhraði og hvort þú stæðir út eða inni, það var svo kalt. Já, einmitt. Og það var mikið kuldakast á þessum tíma. Það var alveg rosalega mikið frost. Já, ég meina við erum greinilega að fara bara í gegnum eitthvað kuldakast núna og þannig verður, eins og ég segi, þannig sér maður bara, þú veist, það er svo augljóst hvar svona brestur í þjónustunni. Þannig að til dæmis þetta er stór skiptistöð í mjóttinni. En svo náttúrulega, þú veist, þannig að þetta er dæmi útvistun sem er ekki að virka fyrir farþegastrætó. Og svo náttúrulega kom líka í ljós í umræðinni þannig inn í félags strætófarþega þetta með útvistun leiðana. Þú veist að það skiptir máli hvort þú veist að fara með leið 1 eða leið 11, þú veist og leið 14 er einkavædd og það er einhver verktaki sem rekur hana og annar verktaki sem rekur aðra leið. Og þetta hefur bara bein áhrif á gæði ferðana, virðist vera. Já, einmitt. Ég setti mig í samband við strætó daginn og var að senda post og ég var að reyna að spyrja út í opnunartíman og það tók mjög langa tíma að svara mér og svarið var að þetta er ekki á okkar, þetta er einhvern veginn ekki okkar. Nei, einmitt. Og bent á að væri annar aðili og það er pilsufyrirtæki sem er að reka þetta Bæris bestu. Já, fyrir þessi biðstöðarhús í mjóttinni. Já, biðstöðarhús í mjóttinni mitt. Bæris bestu, Verkís hef ég séð og eitthvað eitt annað fyrirtæki sem hefur verið nefnt í þessu. En það er einmitt rosalega áhugavert. Já, þannig að sú útvistun er mjög furðulega öll og erfitt að sjá hvernig þessi útvistun skila sér í meiri gæðum til bæði þeirra sem eru raunverulega svo bara kannski vagnstjórana Þú veist það verið rætt hversu illa launaði þeir eru á sumum leiðum og þannig að þeir hafa ekki sömu kjör heldur og svo kom náttúrulega líka í ljós einmitt á norðurleiðinni, leið 57, hún er líka einkavædd og svo er vegagerðin ber ábyrgð á strætósamgöngum á landsbyggðinni. Já. En svo gerist það daginn, þetta er svona dæmisaga þetta rugl, að við erum nokkur að bíða á Hvammstangastoppinu eftir vagninum frá Akureyri á leið suður og það er engin tilkynning komin í appið og það er skítakuldi og það var ungur maður einmitt sem beið úti sem var alveg að blána upp á kulda og vildi ekki þykja að koma inn í bíl og
og það ekkert skjól það heldur, nema samskipti á milli vegagerðarinnar, bílstjórans og strætó eru engin. Nei, ekki nein. Þannig að ég reyndi að hafa samband við strætó fyrst, þau bentu á vegagerðina, vegagerðin sagðist ekkert vita vagnin, hann kom ekki upp á þessu rauntíma appi. Nei. Þannig að það var ómögulegt að segja hvort hann væri að koma eða ekki, af því að tilkynningarna líka í ljósi þess hvernig þetta flæði er brotið upp á milli aðila og þau tala ekki saman Nei, varst ekki einmitt eitthvað, ég tók held eftir á Twitter, þú varst eitthvað í einhverjum samskiptum. Já, ég var að tala við vegagerðina. Já, og það var einhvern veginn verið, það er bara verið að benda á einhvern veginn Já, við höfum ekkert með þetta að gera, við sjáum bara rekstur leiðana og svo eru bara verktakar á leiðunum. Og þeir eru mér var beinleinis bent sem farþega á að hafa samband við bílstjóran. Já, einmitt, en þú er engar upplýsingar. Ég hef engar nei, og þetta eru ólíkir bílstjórar á ég að vera með þá GSM-númer hjá 4 bílstjórum. Já, nákvæmlega. Sem ég sé að keyra þessa leið, Einmitt, og já, mann er ekki einu sinni bent á að hafa samband við verktakana, það er bara bílstjórin þá. Já. Einmitt, maður velti fyrir sig hvar skynsemin í öllu þessu kerfi er, þú veist, og rökin eiga að vera að þetta sé hagkvæmara en svo sem maður einmitt að boðleiðirnar eru svona rosalega flóknar langar hvort að þetta sé. Ég meina ef það er einhverja boðleiðir, þetta er bara klálega mjög brotin, þetta er bara brotin boðleið, það eru engin samskipti á milli þeirra og einn vísa bara á annan og svo gerist ekki neitt. Og þannig að raunverulega er það farþegarnir sjálfur sem að náttúrulega hafa mestra hagsmuna að gæta ef við komast leiða sinnar. Já. Þú veist, ef við erum að halda þarna, þú veist, hjólunum gangandi alltaf og það. Já. Að þá er engin leið fyrir farþega, þú veist, að nýta sér þetta kerfi. Þessi innviður er ekki í lagi svona. Nei, einmitt. En hvernig var eins og moksturinn í Mjóddinni? Var eitthvað, þú veist, tókst eitthvað eftir því að það væri búið að móka sérstaklega fyrir farþega sem voru að bíða úti eða Nei, einmitt. Nei, ég meina það held ég bara gegnum gangandi allstaðar á höfuðborgarsvæðinu sem í Reykjavík sérstaklega. Já. Það var betur mókað í Kópavogi með við í fyrra þegar var líka svona kuldakast og mikill snjór. Þannig að það má líka, einmitt, ég var veltiði fyrir mér á þessum strætóleiðum þegar það fór að snjóa svona mikið, þá bara hætti maður að sjá ákveðna hópa strætófarþega. Þú sást ekki lengur eldra fólk, þú sást ekki fólk sem ferðast með börn menjulega sem er yfirleitt mikið af í strætó. Þú veist, þetta fólk hefur bara orðið innlyksa. Þú hefur bara þurft að finna einhverjar aðra leiðir, ég veit ekki hvaða leiðir það eru, til þess að halda sínu svona dagskipulagi. Nei, nákvæmlega einmitt. Þú veist, að því þú ferð ekki með kerrur eða lítil börn að klöngrast yfir snjóskafla sem eru að klakast upp. Nei, einmitt og bara einmitt að fólk er mikið að tala um aðgengismál en svo er náttúrulega aðgengið ekkert þarna að strætó ef að ástandi er svona. Já. Alveg ótrúlegt. Þannig í grunninn þú veist, þarna skarast þessi þetta klúður hjá Reykjavíkurborg með snjómoksturinn sem er líka, eins og við hafum rætt í þessum þætti, sem er líka svona útvistunar projekt sem er greinilega ekki að skila þeim gæðum sem lagt er upp með. Nei. Vegna þess að þetta kemur hreinlega bara í veg fyrir að samgöngukerfi borgarinnar virki. Já. Einmitt. En þá spyr maður sig bara hvað er þá til ráða? Þú veist, hvað getur við gert allavega hérna í Reykjavík? Hvað er þetta að gera? Ég meina, félagsstrætófarþega, þessi grúppa, hún er allavega svona fyrsta skrefi kannski til þess að allavega viðra og skapa ykkur umræðu að það þurfi að gera eitthvað. Já. En svo er það náttúrulega kannski ekki alveg á höndum óbreyttra farþega, hvorki að vera sína borginni svona fáránlegt aðhald í einhverju verkefni sem ætti með rétt að vera hennar. Akkurat. Það lítur bara að vera grunnskylda Reykjavíkurborgar að sjá til þess að samgöngukerfi virki. Já. Þannig að, þú veist, mér finnst það og ég skil bara vel, það er ekki allir sem hafa tíma, orku eða bara fjárráð til þess að taka myndir á símann sinn og vera að senda eins og ég hef verið að gera. Já. Og í sjálfu sér það, þú veist, það er bara þú veist, það er 2023 núna, það er með ólíkindum að maður þurfa að sína svona rosalega mikið aðhald, af því þetta blasir líka bara við allstaðar í borginni. Þannig að borgarfulltrúar, borgarstjóri og aðrir hljóta að sjá þetta. Akkurat. Nema þeir séu bara endalaust á einhverjum upphituðum stjettum. Já, einmitt. Eina sem maður hefur heyrt að sé í gangi, það er einhver svona stýrhópur endurskoðun á vetrarhandbók. Það er kannski ekki það sem að farþegar þurft að halda að heyra Nei, það. Einmitt. Eitthvað svona langt nefndarferli og greining af vandanum og svo tillögur að lausnum og eitthvað svona. Akkurat. Já, mann er fyrst að, að því, eins og ég segi, af því þetta er eina af grunnskildum borgarina, þá er eiginlega með ólíkindum, að það þurfa að fara í eitthvað svona langt og flóki ferli síðan við að koma skikki á þetta. Já. En það kannski líka bara sýnir þá auðvitað, þú veist, að þessi útistunarleið, hún er ekki að skila því sem að Nei. Að fólki var talin trúum að
myndi gera sig sko. Nei, einmitt. Við hefum kynnt okkur launagreiðslur hjá strætófarþegum sem að vinna fyrir útvistuleiðirnar og það getur munað alltaf 70.000 krónum bara í grunnlaun sko, það fyrir vaktálag. Þetta er kannski sko, þetta hagkvæmnin í því sem við talaðum að þá væntanlega sparast einhverju launagreiðslur en alltaf í fyrsta lagi er það bara gali að það sé pælingin og í öðru lagi svo þetta örugglega dýrara til lengri tíma litið út af það þarf alltaf að breyta smáaliturinn í útbúðunum og það þarf alltaf að breyta skilmálum af því að það ekki verið að gera nógu mikið vel að þessu og nógu vel að hinu. Já, líka bara hvernig hún horfir á kostnaðinn, þannig að ef að fólk kemst ekki leiðar sinnar og ef fólk kemst ekki í vinnuna, þú veist, þannig að hvernig svo kostnaður reiknar, þetta svona kannski svolítið svipuð umræða, þú veist, og þessi ólaunuðu störf, en þú veist, það þessi afleiti kostnaður kannski sem að veldur því að fólk bara að koma og sent í vinnu, hringi sig inn veikt í staðan fyrir að þurfa að klöngrast þetta. Miklu meiri kostnaður heldur en að bara gera þetta almennilega til að byrja með. Hvað tapið í því? Hver að taka þær tölu saman, sko? Já, nákvæmlega. Þannig að þú tekur strætó einu sinni viku út á land, þá? Ekki einu sinni viku, en mjög reglulega. Mjög reglulega, og Já, og það er þessi leið 57 mitt og þá er hún fer bara alveg frá Reykjavík, norður til Akureyrar, og þannig að þá bara getur brugðið til beggja vona í svona veðrum náttúrulega, þú veist, ef það er ófært Kjalarnes, þá er engin færð farin, sko. Já. Og kannski til að koma aftur inn á þessa umræðu útvistunar fíaskóið, sko, með vegagerðina, verktakana og strætó, að sko tilkynningaskyldan, ég skil ekki alveg hvernig það virkar hjá þeim og þau virtust ekki vera með það alveg á hreinu heldur hjá strætó þegar ég hafði samband við þau eins og í þessu dæmi sem ég var að tala um áðan þegar bara vagninn sást ekki á kortinu en það er samt fólk að bíða og það er engin tilkynning komin. Nei. Þú veist, þannig að það er svo mikil ábyrgð lögð á farþegan bara fylgjast alltaf með þessu rauntímakorti og þannig að þín plön velta algjörlega á þessum eina bílstjóra raunverulega sem á að taka leiðina aðra hvora leið og ef eitthvað gerist þar, senkanir eða annað, þá bara veist ekkert að því að tilkynningin berst ekki vegna þess að bílstjórin hefur ekki samband við vegagerðina og vegagerðin hefur ekki samband við strætó. Já, einmitt. Og þannig að fólk býður bara, þú veist, upp undir klukkutíma stundum, þú veist, í milli vonar og 8 hvort þessi ferð verði farin. Já, vá, og það er líka ótrúlega að heyra með þetta ef að leið 57 sem á enda á Akureyri, ef það er ófært kannski á Öxnadalsheiðinni eða eitthvað svoleiðis, þá fer hann ekki einu svona, þú veist, þá kannski stoppar hann ekki einu svona við staðarskála, hann leggur ekki einu svona stað. Nei, hann leggur ekki stað, sko. Nei, þannig að fólk sem þarf kannski að fara á Kjalarnes kemst ekki þangað út að það er ófært fyrir norðan. Já, akkurat. Alveg galið, það pæli í þessu. En og líka bara hvernig, sko, vagnarnir eru búnir, þannig að ég er búin að nördast svo mikið í þessu. Ég var einmitt í vagnum daginn 11 og það brakaði svo brast í vagninum að ég tók það upp, sko. Og það er greinilega mikill munur náttúrulega líka á vögnunum sjálfum, sko, þeirra gæðum, hvernig þeim er haldið við, sem er þá annað svona element sem leggst ofan á þessa útvistun, sko, þú veist, og hvað þú, hver kostnaðurinn er sem að verktakarnir nota til þess að viðhalda vögnunum, sko. Einmitt, svo komum við inn á það aftur með moksturinn að það er ekki búið að moka nógu vel og það var vakstur í fréttunum daginn að tala um að alltaf helmingur af öllum strætóvagnum lægi undir skemmdum vegna þess hversu, sko, illa í moka og þeirra keyra utan í sköfl og allt það, þannig að kostnaðurinn hleðst bara upp smán saman. Það er ekki verið að líta nú langt fram í tíma með hvað er að vera hagkvæmt. Það er kannski hagkvæmt fyrst en svo hleðst allt ofan á það og fólk klórar sig bara í hausnum og það hugsa, við þurfum kannski bara útvista ennþá meir. Það er alveg fast í þessu hugafari. Já, þetta er ótrúlegt. Og það er greinlegt, sko, af umræðinu inn í félagi strætófarþega, það er alveg greinlegt að, sko, sumar leiðir eru sérlega slæmar, þess sérlega óáreiðanlegar og þetta eru leiðir sem eru í rekstri hjá verktökum. Þú veist, þannig að þetta hefur bara Þetta gerir allt nema að jafna aðgengi borgarana að samgöngukerfinu. Já, maður hefur heyrt að séu einmitt sumar leiðir, það er bara algengt að sumar leiðir séu þannig að strætóin jafnvel kom ekki, sko. Hann á kannski að koma eftir kortir, hann kemur ekki þá, svo byrja annað kortið og kemur hann heldur ekki og þú veist ekkert af hverju og þú veist ekki hvernig þú átt að tala við og það er lokað í þjónustumiðstöðinni. Nei, menn þetta eru bara svo lygasögur, mest af þessu, sko. Ég hef sjálf lent í því að strætó hefur bara keyrt framhjá. Já, einmitt, maður hefur þetta áður. Þú veist, ég veit eiginlega ekki hvað maður á að segja við því. Ég meina þú veist, undir hvers konar álagi eru bílstjórar þá líka ef að þeir bara keyra fram hjá farþegum. Já, við hefum rætt við trúnaðamann, vagnstjóra sem er í Samhengi, Pétur Karlsson, og hann talaði að vaktálagið hefur aukist alveg rosalega hjá vagnstjórum á síðustu árum og þeir eru jafnvel á tvöfalt lengri vöktum heldur en var áður fyrr og það
bitnar væntanlega á þjónustunni, þeir eru kannski verið í skapinu og pirraðri og þá fólk brjála út þess að helvitis vakstur á lágum launum, skilur löngum vöktum, taka aukavaktir og svo ef náttúrulega þú skoðar búrið, bílstjórabúrið, sko allir límiðarnir sem á því, þeir eru ekki bara að halda áætlun, þú veist, og gæta að öryggi farþega, líka gangandi vegfarenda og annarra í umferðinni, heldur við að líka sko að gæta öryggistýns inn í vagninum, þú veist, það eru límiðar sem segja til það. Já. Og fylgjast með að þú veist það séu ekki svo margar reglur brotnar hvað megi vera með í strætó og ekki. Já. Þannig að þú veist ég get rétt ímynda mér bara álæði sem að vagnstjórar eru undir sko. Já, og launin minnka sko. Já. Þá við tölum Sanna talaði þetta síðasta kjörtímabil og bent á þetta en þá kom svar frá einum borgarfulltrúnum að launin væri sambærileg. Þó að sé 70.000 krónar launamunur þannig að þetta lýsir kannski bara á hvaða stað sumir eru að átta sig ekki einhvern veginn á vandanum og er ekki nefni tengingu eitthvað. Já, þetta bara svona, þú veist, wrong end of the stick. Þess umræðan er ekki á réttum stað, sko, þú veist. Þegar er alltaf verið að telja krónurnar og aurana og vera raunverulega að halda út í svona þjónustu sem á að skila einhverjum rekstra hagnaði jafnvel. Þú veist, þetta eru almenningssamgöngur, þetta eru innviðir sem við þurfum á að halda. Akkurát. Til þess að halda bara öllum öðrum kerfum líka gangandi, sko. Já. Er ekki verið að byggja nýjan landsspítala þar sem fólk á að ferðast með almenningssamgöngum. Starfsfólk og sjúklingar sem geta komist á 2 jafnflautum. Já, akkurát. Þannig að þú veist, þetta talar ekki alveg saman. Nei, það fer ekki saman hljóðamynd og ég er nú búin að tala alveg kannski einum og oft en með mengununa í síðustu viku, þá var verið að hvetja fólk til að taka strætó en svo á sama tíma er ekki, það er engin hvati einhvern veginn til þess, það er bara einhvern veginn verið að segja bara að þú fer ekki strætó þá ertu mengari úr vondmanneskja, en það er ekki verið að gera neitt kannski til þess að fólk taki strætóin. Einmitt. Nei, og ég meina á sér í lagi, sko, ef það er svona umræða komin af stað og fólk heyrir af þessum sögum sko, þetta sé óáreiðanlegt og er kannski með ykkur að fordóma jafnvel áður, þú veist. Það eru eitthvað stórir hópar fólks í svona einhverjum forréttinda lífstíl sem gæti mögulega tekið svona eitthvað umhverfisvænt skref í sínu lífi og ákveða að fara að ferðast með strætó og vissulega eru sko farþegar strætó af öllum. Þetta er bara þverskurður á samfélaginu, þú veist, og þetta er náttúrulega sá hluti sem að gerir það skemmtilegt að ferðast með strætó, þú veist, þú sérð bara samfélagið sem þú lifir í, þú veist. Þannig að það kannski gleymist líka í umræðinu, þetta er náttúrulega rosa mikilvægt líka bara til þess að borgarbúar kannski kynnist, sko, og sjáu einhvern annan, sko. Einmitt, það skiptir máli, góður punktur að fólk í dag, fólk sem er á bílum, það náttúrulega fer bara út úr húsinu sinu, það rekst ekki á neina aðra manneski, svo keyrir það bara og er í umferð einhvern veginn. Talandi búblur, sko, bara hittir bara sína líka, sko. Já, ert bara í bókstaflegri málmbúblu þarna einhvern veginn, einmitt. Þetta er rosalega áhugaður umræða og ég er alveg viss með að við munum taka meira af henni. Það er náttúrulega í bígerð, skilsmanni, ef að þetta félag strætófarþega að verið stofnað, það er náttúrulega bara mjög nauðsynlegt skref, endalega að verði bara rekin hagsmunabarátta fyrir þennan hóp. Já, eins og við sjáum að samtök leigjenda hafa gert og bara náð mig. Já, ég meina, við erum bara komin á þann stað í þessu útistunarferli að það verður reynilega að stofna félag til þess að gæta hagsmuna strætófarþega. Borgin er ekki að gera það. Nei. Akkurat. Það er magna. Já. En við segjum þetta bara gott í bili og verðum með þá á vaktinu með málefni strætó. Ég þakka þér fyrir komuna, Sara. Við sjáumst.